Þá ætlum við að kíkja á nýja leikinn Echoes of the End frá íslenska leikjaframleiðandanum Myrkur Games og við ætlum að kanna hvort að leikurinn sé að skapa birtu í líf okkar eða hreinlega bara myrkur. Það held ég bara, wow, þetta er næs, sko, það er, en það alltaf held ég Myrkur Games bara búin að skanna hálft Ísland, sko. Það er eitthvað þungt í henni, maður, wow, sko, þetta er nú mætt allt í sama renn sjálf, því þetta er gaman, maður er búin að heyra svo mikið þetta, gaman að fá aðeins að testa þetta, hún er líka með svona bláan kristall. Man, it's weird being here without Dad. Skrítið. Ég var nú bara að byrja að segja mér svona leikur lúka helvíti vel, sko. Sjá hérna maður, þetta er alveg, þetta lítið vel út. Alveg svona dæmi, en við skulum bara sjá hvað er að gerast þetta. Þetta er alltaf bara fyrsti klukkarinn, ég veit að leikurinn þannig, hann er settur upp bara hver heimur í leiknum er bara eins og nákvæmlega eins og svona mismunandi þrautir og það þarf að mismunandi skil til að vaða ekki ennum hvert hluta leiksins sem er alveg, er magnað, alltaf eitthvað nýtt. Það tók nú ekki langa tíma að drepast í þessu leik. Sorry, ég tók ekki eftir þessum aðra, þetta á maður bara vera í róleitum hérna og aðeins að flýta mér. Við getum að hoppa. Þetta er mjög svona God of War-legt, sko, finnst mér. Bara svona til að byrja með. Swing across. Let's do it, maður. Gamla. Þetta er alveg svona fluid gameplay, myndi ég segja. Ég elska það. Eins og leikurinn Ghost of Tsushima og svona þegar svona controller fluid. Ekki eitthvað kista hérna. Ég er algjör lúttari, sko. Ef það er lútt í þessu leik, þá er ég til. Þetta er allt mjög svona kunnulegt hérna, þú veist, hvernig að hoppa á milli og klifra og þetta maður þekkir þetta alltaf þér, það er gott, maður er ekki verið að finna upp hjólið hérna en býtu nú við, nú getum maður gert eitthvað. Hörðu! Hörðu! Nei, hvernig fór ég að þessu? Þetta er alltaf ekki hægt, sko. Þetta er ekki, Nú þarf að gera eitthvað, nú er eitthvað ability. Svona, wow, þarna, heyrðu, falin kista, það að grínast, það eru falda kistur í leiknum, sko, þetta er svona buddy-leikur, þannig að okkar maður hérna bróðurinn, svo er maður líka með annar karakter held ég síðan þegar líður á leikinn, en þeir eru að hjálpa manni, og þessi til dæmis, þetta nú við, hann er bara með kveikjara, sko. How do I get across this? The bridge looks movable. Maybe if I shift it over to the other wheel, I can rotate it from somewhere else. Okay. Já. Hey, heyrðu. Wow. Watch out. Get ready. Wow. Hvernig fyrir við þessu? Okay. Heyrðu, hann kveikti kallinu. Ég veit það, hann kveikti með. Heyrðu, wow. Heyrðu, býtum við. Nú getum maður tekið hér. Svona og búm. Kastaði bara í burt. Tröllin. Komdu niður, sagði mamma. Komdu niður, sagði pappa og mamma. Komdu niður, sagði öll í gór. Nú getum maður lock on target. Já, maður er alltaf að læra meira og meira. Þriði, ekki þetta vesen á þér, hérna, durturðin. Blokka árásinnar hérna og svo leit parry. Ok, þannig ég þarf að blokka. Tökum blokki. Þannig, svona blokka. Þarna á, leit parry. Hverðu býttu nú við? Já, hann er höfðunum styttri, þessi durtur maður. Koma. Heyrðu. Það munar engu, sko. Herrið, hann er búinn að finna bláa fjallið. Ó, kemur yfir durturum. Úps. Ég er svo lengi að dotsa maður. Þarna, þetta er besta durtabræðið. Og kostum honum hingað í áttina mér. Heimsendur, durtur. Við setjum durt á kengir. Elli Egils á vegginn. Son of a... Hörðu, kemur ekki einhver alvöru. Hann tók durtin bara. Hörðu. Þetta getur vesen maður.
skuggi. Nú bakar þú á skuggi. Þá fyrsti klukkarinn liðinn af Echoes of the End og ég verð bara að ég mæli með þessum. Þetta flottur leikur, flúitreifingar, bardakerfi ennþá svolítið að svona komast upp á lagi með það. Vann til dæmis ekki endakallin á hann skugga. En þessi leikur, hann að fara að bæta birtu í líf okkar töluleikja unnenda og ég hvet ykkur til að testa kvikindið.